Þrisvar í viku hittast karlar sem eru komnir af léttasta skeiði í hádegisfótbolta. Jón Eysteinsson, fyrrverandi sýslumaður og mikill íþróttaáhugamaður, stofnaði félagsskapinn fyrir 40 árum síðan. Hann heitir Bræðralag boltans. Við kíktum í Reykjaneshöllina. Segðu mér aðeins frá þessum félagsskap, þessum fótboltaklúbbi ykkar. Hvernig fer þetta allt saman fram? Ég er búinn að vera í þessu síðan 92, þannig að Rikki bara unglingur með við mig, sko. Ég gæti verið pabbi þeirra nokkra þarna í þessu, sko. En þetta er orðið meira en 40 ára félagsskapur og svo sem startaði þessu nú var fyrrverandi sýslumaður hérna í bænum, Jón Eysteinsson, og hópum með honum. Og við byrjuðum í Ljónagryfjunni í Njarðvík. Og síðan fyrir, ekki 15 ár síðan þú komst inn í þetta? Jú, bara 15. Já, bara 15. Þá breyttist heil mikið, sko, þá eiginlega tók hann allt yfir. Já. Og hann áið eiginlega orðið skuldlaust og við hlýðum honum. Og þó að ég sé talað um það að ég sé æðstiprestur í þessu, þá ræði ég ekki neinu. Það er herra Richard Ibsen, sko, sem stjórnar öllu og við bara hlýðum honum. Og þið sjáu bólina sem við erum í, sko. Þetta er hann búinn að koma í gegn. Og svo eftir að hann byrjaði þá hittust við líka svona við á kvöldin og gerum ýmislegt annað, sko. Og þannig að þetta er bara fínn félagsskapur, sko, og mjög gaman. Hverju hefur Reykjaneshöllin breytt fyrir ykkur? Þegar við byrjuðum reyndar hér þá voru menn ekki neitt sérstaklega vongóður að við næðum að halda þessu saman af því að það gekk svo vel hjá okkur í Ljónagryfjunni. En eftir við byrjuðum hér þá eiginlega bara fjölgaði í hópnum. Þannig að við erum núna held ég hartnar 80 á póstlistanum og mikil starfsmannavelta. Þannig að við erum svona að spila 10 til kannski 20 hér 3 í viku alltaf í hádeginu. Og hérna höfum við eiginlega bara svona einhvers konar þverskurð að samfélaginu. Við erum með presta og við erum með lögfræðinga og við erum með bankastjóra og heilmikið af lögreglumönnum. Þeir eru hér í yfirgnæfandi meirihluta. Þannig að þetta er bara hörku fjör, sko. Er þetta ekkert mikið að vera að spila fótbolta 3 í viku komin á þennan aldur? Það held ég ekki, alls ekki. Ég held að þetta sé númer 1 og 3 að heilsan skiptir svo miklu máli og það er hægt að hafa gaman að því leið og flottur félagsskapur líka, þá er það bara snilld. Hvað er þetta að gera fyrir ykkur? Já, þetta er náttúrulega hreyfingin, númer 1, 2 og 3 og svo er bara svo gaman í knattspyrnunum líka og eins og Rikki var að segja, sko, þetta er þverskurður af þessum hóp sem er hér og meiri sé eitt skipti var kona með okkur í þessu og þeir sakna hennar ennþá strákarnir, sko, þeir sem voru og það voru nokkrir sem hættu mér þessi eftir að hún hætti. Er svolítið mikið hrútalikt hérna? Já, ég held að það er svolítið testosteron, sko, það er og við tókum sérstaklega eftir að konan kom hann inn að það fjölgaði gríðarlega þá, en það fækkaði líka leið og hún hætti. Ég ætla ekki að segja hverju þetta voru sem hættu, en þeir vitaði best sjálfur. En konur eru það velkomnar? Já, ef það er, sko, það náttúrulega þarf að fara í gegnum nefndina. Og það hefur verið þessi eina sem kom og hún var alveg fullfær, sko, og tók nokkra bara í bakarí, sko. Það var ekki spurning. En þið breyttu nú svolítið hérna út af vananum hérna daginn og klædduð ykkur í mikla blöðrur. Hvernig var það? Það var svona upplifelse en ég held að það sé skemmtilega að spila eins og við gerum bara venjulega. En það var gaman að prófa þetta, sko. En kannski ég verð að bæta við, sko, séra Skúli var náttúrulega yfirgefið okkur. Hann var hérna duglegur að mæta og yfirleitt alltaf fasta gestur. Og þá voru miklar svona spekulasjónir það að þegar hann færi að þá yrði nýr sóknarprestur í Keflavíkurkirkju að koma og taka þátt í hádegisboltanum. Þannig að það er spurning hvernig nefndin tekur á því og mér þykir ekkert ólíklegt að séra Erla verði bara að mæta hér í fullum skrúða og taka þátt í þessu. En hvað segir presturinn? Eru menn ekki svolítið orðljótir hérna? Er það kannski bara leyfilegt? Nei, menn, þeir passa sér nokkuð vel. Það kemur fyrir að fjúki menn, það er svo fljótt að fara og ég held að sá orðljótasti, ég held að það hefur verið séra Sigfús. Það var þegar að hann var, þá átti hann til í að taka okkur svolítið, sko, en yfirleitt, sko, þá var honum alltaf fyrirgefið strax á eftir. Alltaf og það var mikil eftirsjá á honum í þessu af því að ég held að hann hafi blótað langmest á okkur og ég svona passa mig líka en maður gleymir sér. Já, gott að útrá sérna.
mjög gott. Þetta alveg, og ég hvet alla til að mæta sem hafa áhuga á þessu, bara líka til að horfa á okkur. Farið að skella ykkur í boltan. Já, kannski eitt að lokum. Við þurfum að koma á framfæri að sko stærsti styrktaraðili Bræðralagsins Netto. En svo búum við líka að því að bæði Njarðvíkurkirkja og Keflavíkurkirkja eru í þeim hóp og Humarsalan. Þannig að við viljum endilega koma á framfæri þakklæti til þessara öflugu styrktaraðila. Sérstaklega.